Í sýnidæmi 1 þá þurfum við að fara eftir reiknireglunum, sem sagt í hvaða röð erum við að reikna dæmi. Og í þessu dæmi sjáum við að við erum með margföldun og plús, mínus og deilingu. Málið er að við byrjum alltaf á margföldun og deilingu og svo þurfum við að reikna það allt út, þá förum við yfir í plús og mínus. Og við skulum gera það hér, sem sagt við ætlum að byrja á þessum hérna hluta og þessum hérna hluta. Þannig ég er með 2 sinnum 3, það gefur mig 6, plús 6 og svo er mér 4 deilt með 2, ég er með mínusin hérna og 4 deilt með 2 er 2. Og það höldum við bara hérna áfram og grunnreglan er nú svo að maður byrja bara frá vinstri til hægri. Þannig að byrjum bara á þessum 2, 12 mínus 2, en gefur okkur 10.